Og yfirskriftin sem ég vildi hafa hérna í kvöld að sættast við fortíðina og seilast eftir framtíðinni. Og eins og við sjálfsagt öll vitum að þá það gríðarlega erfitt fyrir mjög marga að afgreiða fortíð sína og halda áfram og seilast eftir því sem að Drottinn hefur raunverulega fyrir okkur. Og ég tel að þetta sé bara hreinlega akkillesarhæll í ríki Guðs. Að ofboðslega margir setja orku sína í rangar hluti. Það að segja hluti sem eru búnir eiga sér stað, draumar og þrár jafnvel sem að viðkomandi hefur upplifað, en einhver hluta vegna hefur draumurinn dofnað. Það hefur eitthvað gerst í lífinu sem hefur orsakað það að við erum ekki að upplifa það sama, við þorum ekki að taka sénsinn, við þorum ekki að láta eins og ég segi draumana rætast og eitthvað gerist sem orsakað það að við skreppum inn í skel okkar, að við verðum ekki allt það sem að Drottinn hefur fyrirbúið fyrir okkur. Því að það þannig að Drottinn hefur ákvarðað með okkur öll einhverja framtíð, einhverja stórkostlega framtíð sem engum hefur órað fyrir. Og það sem að djöfullinn vill gera, óvinurinn vill gera, það að taka þessa sýn frá þér. Taka raunverulega það sem að Drottinn hefur fyrirbúið í hjartaðinu. Og hann vill setja alls konar hluti í veg okkar sem að gera það verkum að sýn okkar fyrir að fara á ranga hluti í lífinu. Sýn okkar fyrir að fara á hluti til dæmis í fortíðinni og jafnvel það að upplifa til dæmis mistök, höfnun. Leið og við upplifum slíkt og við afgreiðum það ekki, þá gerir það að verkum að við förum inn í skel okkar í stað þess að seilast eftir því sem framundan Má ég heyra amen? Og gríðarlega margir, og ég tel að þetta sé eitt stærsta vandamál í kristinni kirkju. Við erum að glíma við fortíðarvandamál, fortíðarþrár jafnvel, og við hugsum jafnvel, býtu hvernig það? Þetta var ekki gert svona í gamla daga. Predikunin á ekki vera svona, hún bara með eitthvað slideshow, þetta bara eitthvað svona kennsla. En vitið það ekki málið. Við eigum ekki endalaust að vera að horfa á fortíðina og hvernig hlutirnir voru gerðir í den. Þó að þeir hafi verið frábærir þá, en þá eru nýir tímar í Jesú nafni. Og við að seilast eftir því sem framundan og í Filippibréfinu 3:13, þá þetta frábæra vers sem að mér svo stórkostlegt og ég hef auðvitað heyrt þetta allt mitt líf og pabbi við predika úr þessu versi ítrekkað, en það varð lifandi og nýtt fyrir mér daginn. Ég allt í einu uppgötaði eitthvað nýtt í þessu versi og kannski út af því ég er búin að vera svona hugleiða á þessum nótum. Ég upplifði það eins og Drottinn væri að opna eitthvað nýtt fyrir mér. En bræður, ég tel ekki sjálf mig enn hafa höndlað það, en eitt gjör ég gleymi því sem að baki en ég seilist eftir því sem framundan og keppi þannig að markinu til verðlaunanna á himnum sem Guð hefur kallað oss fyrir Krist Jesú. Og aftur þarna, hvað postulinn að gera? Hann kýs að gleyma því sem að baki Allt sem við farið í gegnum, sárindi, vonbrigði, mistök, ósigrar. Hann kýs að gleyma því. Því ef hann gerir það ekki, að þá verður aldrei að veruleika það sem að raunverulega Guð hefur kallað hann til. Til verðlaunan á himnum. Hann hefur eitthvað framundan fyrir okkur. Þannig ef við erum stöðugt í aftursýn í speglinum, þá munum við aldrei upplifa það sem hann raunverulega hefur fyrir okkur. Og trúiði mér, hann hefur stórkostlega hluti fyrir hvern og einn hér inni. Og meira en við höfum nokkur sinni órað fyrir. Því að hvað gerum við? Við takmörkum Guð með okkar eigin hugsunum. En hann takmarkast ekkert af því. Hann stórkostlegur. Hann miklu stærri en okkar hugsanir. Halleluja. Dísi Guði. Og óvinur sálur okkar, það einmitt sá sem að vill vera endalaust að pikka í okkur varðandi einhverja hlut úr fortíðinni. Og það svo gríðarlega margt sem við öll göngum í gegnum sem að orsakast það jafnvel að kjarkur dreginn úr okkur. Og ég viðurkenni það og ég bara vill miðla frá minni eigin reynslu að ég hef upplifað höfnun í lífinu. Þegar ég óx úr grasi að þá fékk ég ítrekkað að upplifa það að mér var hafnað á margvíslegan hátt.
Og ég og Jóhanna getum alveg staðfest það að alast upp sem dóttir Gunnars í krossunum, það var ekkert grín. Og það gerði það að verkum að okkur voru kannski ekki allar leiðir opnar. Okkur var hreinlega bara ekki tekið eins og öllum öðrum öllum öðrum krökkum á þessum sama aldri. Og auðvitað upplifir maður ofta þetta er ekki rétt, og auðvitað er það ekki rétt, ég ger ekki lítið úr því. En þetta er allt reynsla sem ég verð að horfast í augu við. Ég meiri segja, það er tiltölulega stutt síðan, það er bara örfá ár síðan, að ég hef þorað að viðurkenna þetta. Fyrir mér er einelti sem ég gekk í gegnum, það var mikil skömm sem fylgdi því. Ég vildi ekki viðurkenna það. Og með því að viðurkenna ekki hvað hafi raunverulega gerst, að þá gaf ég því orkuna í mín lífi. Það fór ótrúleg orka og athygli á raunverulega hluti sem ég vildi ekki afgreiða. Og leyfið mér aðeins að útskýrta, þetta er kannski svolítið svona furðulegt fyrir einhverja sem er að heyra þetta í fyrsta skipti. Alveg eins og ég sagði áðan, þegar við upplifum höfnun, þegar við upplifum einhverja hluti sem hafa áhrif á okkur, þá gerir það að verkum að við skríðum inn í skel okkar, nema að við séum nógu djörf til að stíga fram og viðurkenna. Og við það að viðurkenna hlutin, þá verður vandamál sem var risastórt að miklu minna og viðráðanlegu vandamáli. Með því að koma í sannleika fram fyrir Guð og láta hann vita hvað hlutir hafa haft áhrif á okkur, að þá náum við að fara inn. Þá náum við að tengjast Guði betur. Og það sem að meira er að við setjum hlutina í samhengi. Og þeir verða reynslu í okkar lífum sem að verður öðrum til gagns. Og vitið það að fara í gegnum alls konar svona reynslur er raunverulega bara forréttindi. Með það fyrir augum að við náum að höndla hana rétt. Þetta snýst það. Og við erum hér bara á jörðinni til þess að læra. Og ég er svo þakklátt fyrir það að Guð hefur opnað augum mig fyrir því að öll þessi reynsla gerði mér raunverulega gott. Ég get skilið aðra sem að gangi í gegnum svipaða kringumstæður miklu, miklu betur. Ég fatta það þegar fólk eru að upplifa höfnun og alls konar svona hluti og vonbrigði. Og vitið það, þetta getur heftað mjög marga stórkostlega. Þetta getur orðið til þess að þú leggur drauma þína jafnvel til hliðar. Og ofboðslega margir sem hafa farið í gegnum mikla svona hluti, mikla höfnun, mikil vonbrigði, fara einmitt í þennan fasa. Þeir setja drauma sína til hliðar. Það sem að Drottinn hefur sett í hjartaðinu, það fer til hliðar. Og hver er þá búinn að sigra? Hver er þá búinn að sigra? Það er einmitt það sem óvinurinn vill gera við okkur. Hann vill taka sýn okkar og setja það á okkur hluti sem raunverulega eiga við til þess að þroska okkur ef við höndlum það rétt. Og hann vill að við setjum augun þangað, að við horfum bara þangað og við horfum ekki á Jesú í kringumstæðunum. Og það er mannlegt og það er eðlilegt. Halleluja. Það er annað í þessu sem ég vil benda á, að það er ekki nóg að viðurkenna það sem í hjartanu býr. Við þurfum að koma fram fyrir það, fara með hlutina fram fyrir Drottinn og við þurfum að leyfa honum að eiga við okkur. En það er ekki nóg þar. Við verðum líka að kjósa að fyrirgefa. Og ofboðslega margir, ég las einu svona grein sem á fyrirsögnum var, ég mun aldrei fyrirgefa. Og þetta er kona sem er fréttamaður hérna í dag, alveg gullfalleg, yndisleg kona. En hún upplifði þetta, hún upplifði gríðarlegt einelti þegar hún var að vaxa úr grasi. Og þetta hefur slík áhrif á hana, núna 25 mánuð síðar, þá er hún ennþá að ræða þessi mál og hún ennþá neitar að fyrirgefa. Og er þetta að gera henni illt eða er þetta að gera þeim sem lögðu henni í einelti? Er þetta að gera þeim eitthvað illt? Nei, það gerir bara viðkomandi illt sem neitar að fyrirgefa. Það er bara staðreynd. Ef við neitum að fyrirgefa, þá tærist við upp að innan. Og það er ekki vilji Guðs fyrir okkar líf. Má ég heyra amen? Hann vill að við lifum í fullri gnægð.
Hann vill að við stígum fram, að við náum árangri á öllum sviðum. Amen. Og hann vill það fyrir þig, elsku vinur og elsku vina. Hann hefur stórkostlega hluti fyrir þig. Og ég svo lánsöm að frá því ég var bara lítil stelpa, þá hef ég fengið að sitja hér og hlusta á orð Guðs, hlusta á það, heyrt að predikað, upplifa stórkostlega hluti, alveg stórkostlega, og það er ótrúlega dýrmætt og ég gerir mér svo fulla grein fyrir því núna, hversu mikið og hversu dýrmætt það raunverulega er og svo innilega ekki sjálfsagt. Og ég er svo þakklátt fyrir þau forréttindi bara að fá að koma og nema orð Guðs. Pabbi er mjög mikill fræðimaður, ofboðslega þekkir orðið og ég virði hann sem slíkan. Hann er ekki bara pabbi minn, hann er líka andlegur faðir. Og ég er þakklátt fyrir það og ég ber virðingu fyrir því. En máli er það að ég komst að því fyrir svona 10 árum síðan að ég hafði verið töluverðans hluta lífi mínu og reynda sennilega bara megna lífinu, verið heyrandi orðsins. Ég var ekkert endilega gerandi orðsins. Og ég upplifði það að ég eiginlega fór í gegnum mjög erfiða kringumstæður, svona ykkur að segja, árið 1999, sem gerði það verkum að ég var eiginlega bara þunglynd. Ég ætlaði bara ekki að ná mér upp úr vanlíðan sem bara hreinlega herjaði á mitt líf. Og ég var orðin úrvinda, ég var orðin ótrúlega neikvæð. Ég talaði dauða stöðulega út af því að fólk hafði brugðist mér. Fólk hafði gert á minn hlut og ég var ósátt. Og vitið það, fólk hafði gert á minn hlut og það var ekki rétt í því sem það gerði. En það breytir ekki því að Jesús dó fyrir mig og hann dó fyrir hann líka. Hann fyrirgaf mér meðan ég var enn í syndum mínum og ég á að gera það sama. Ég get líka ekki sett mig í spor annara. Það er ástæða fyrir því að fólk gerir það sem það gerir. Og við raunverulega getum ekki dæmt fólk út af við höfum ekki gengið í þeirra sporum. Þannig okkur ber að fyrirgefa. Og einn daginn, ég er búin að lifa í gríðarlegri vanlíðan í hátt í 3 ár. Ég var bitur, ég var reið. Ég var ekki bara reið fólki, ég var reið Guði. Mér fannst líka bara eins og ég skildi þetta ekki. Ég, þessi góða kristna, ég mætti á samkomur, ég var að gera mitt. Ég lofaði Guð og var trúföst í kirkjunni, lyftandi nafni Guðs og reyndi að gera mitt allra besta. Og ég skildi ekki, hvað var það? Af hverju fór ég í gegnum svona kringumstæður? Mér fannst engin lógik í því. Og reyndar var ég bara mjög hissa, mjög lengi, út að ég bara skildi þetta ekki. Mér fannst bara lífið vera hrikalega ósanngjarnt. Kristi fólk sem lifði í sigri ætti ekki að fara í gegnum svona kringumstæður. Og ég var bara mjög hugsi. En þá birtist Guð mér, hann talaði til mín. Hann kannski birtist mér ekki svona ljóslifandi, en hann sannarlega talaði til mín. Og það var bara að vakning í mínu lífi. Og ég uppgötaði að það er ekki nóg, eins og segi, að vera heyrandi orðsins. Og það sem við fáum að heyra þetta er gríðarlega mikilvægt. En ef við stígum aldrei út í trú og við gerum það sem orðið segir, eins og til dæmis þetta með fyrirgefninguna, eins og til dæmis þetta að lifa í Guði heilsugar, að koma fram fyrir hann heilsugar, tala líf, tala sigur. Allt þetta getur haft gríðarlega áhrif á göngu þína með Guði. Og á þessum tímapunkti þá var ég bara alls ekki lifandi eftir því. Ég var bitur, ég var reið, mér fannst ég eiga rétt á því og ég valdi vitlaust, ítrekað. Þangað til ég var bara komin onni í eitthvað pitt sem ég bara komst ekki með góðu móti upp úr. Ég var föst. Og það sem ég gerði var bara einfalt. Við hjónin, við settumst niður og við ræddum málin. Og ég sagði, og við náttúrulega töluðum saman, en það var aðalega ég tala meira á mínu heimili, ég viðurkenni það. Allir hlustaði. En við bara ræddum málin og ég sagði, veistu það, þetta er engin lífsskilyrði.
Ég get ekki lifað svona lífi.